spjaldtölvur Já. í skólana. Já. Þurfum við ekki bara að viðurkenna það að við mistum pínu hausinn, það var hræðileg hugmynd, við þurfum að vinda á hana þessu, blað og blýantar, engir samfélagsmiðlar og engir kvíðinni krakkar. Já, sko. Þú ert sammála mér, það hlýtur ég ætla að segja, það eitt sem að mér finnst mjög áhugavert og það við talandi hérna okkar frábæra framboðslista í Kópavogi, en við erum með kennara og skólastjóra þar á listanum hjá okkur og ég auðvitað bara að speikla mig við mitt fólk, þetta eru sérfræðingarnir mínir og þannig kennari sem reyndar að kenna í Reykjavík og sem að einmitt bendi mér á, mér finnst þetta svo áhugavert eins og með spjaldtöluna, þeir eru með ritun að þá, og ég sé þetta með börnum þegar börnum mín eru að nota iPadana sína, að þegar þú ert í ritun þá kemur alltaf svona rauð línu undir og þá ertu með villu og þá bara ítir á takkan og þá verður setningin rétt, skilurðu. Akkurat. En það sem að við eigum auðvitað að gera bara að nota blað og blýant og þannig læra þau ritun og þetta bara í alvöru, þetta bara læruðu við þekkjum þetta og bara þetta skiptir máli. Mér finnst þetta svona gott dæmi. En af því sögðu með iPadana þá þetta samt námsgagn, þú veist, við erum að nota þetta til náms, það ekki rétt og ég fór einmitt að skoða þetta hjá okkur þegar þetta umræða komum daginn, það svo að nemendur geta farið á YouTube og verið að spila einhverja tölvuleiki á skólatíma, svo ekki, við erum búin að loka fyrir allt slíkt. Það komast alltaf fram hjá því. Já, en þá þurfum við auðvitað bara að endurskoða það, en sko Kópavogsbær var svona fyrst sveitafélag fyrir að innleiða þessa iPada og við höfum verið að við erum alveg svona ágætlega að mínum að þetta framalega í nýsköpun sem snýr á skólastarfi. Mér finnst hins vegar að við eigum og það það sem að ég mun leggja áherslu á næsta kjörtímabili að við eigum kannski bara að greina það og skoða hvaða áhrif notkunin á þessu hefur á bara námsframvindu okkar barna og auðvitað eigum við alltaf að gera það. Getum við gert eitthvað betur? Eigum við að bakka aðeins með þetta eða þurfum við að loka meira á þannig að börnin komast ekki í gegnum þessa veggi? Við erum mjög stíf hvað þetta varðar en ef það þá vil ég fá greiningu á því og þetta samtal sem við þurfum að eiga við skólasamfélagið sem og líka foreldra og auðvitað nemendur af því að markmið okkar alltaf hvað getum við gert til að bæta árangur barnan okkar í námi og bara svona stuðla að framþróun þess. Mér finnst þetta samt bara vera eins og að reka Marlboro upp í unga barn til þess að kenna það að taka brjóst. Sko. En ég ætla samt að segja eitt, eigum ekki þá ekki líka bara að fara að framleiða skólabækur? Nei, alveg, það líka vandamálið. Hitt stærra vandamál, sko. Já, nei, skólabækurnar eru þarna.